Bananar eru einn vinsælasti ávöxtur heims, en veistu hver uppruni þeirra er? Hvernig þeir eru ræktaðir, uppskeran unnin, þeir fluttir og geymdir og hvernig þeir komast í ávaxtaborðið úti í búð. Og hver eru umhverfisáhrif bananaræktunar? Í þessu myndbandi munum við fylgja eftir ræktun banana, ferðalagi þeirra og kolefnissporinu sem þeir skilja eftir. Vissir þú að bananar eru ber? Og tæknilega séð er bananaplanta ekki tré, heldur stór jurt. Bananar eiga uppruna sinn í gróðursælum regnskógum Suðaustur-Asíu og eiga áhugaverða sögu sem spannar þúsundir ára og útbreiðslu þeirra á milli landa. Bananinn byrjaði sitt sögulega ferðalag fyrir meira en 7000 árum. Innfæddir ættbálkar í Suðaustur-Asíu nýttu fyrst þennan ljúffenga ávöxt. Í Papúa-Nýju Gíneu tókst fólki að breyta villtum bönunum sem voru fullir af fræjum og varla ætir í mjúkar, frælausar tegundir sem við njótum í dag. Þegar verslunarleiðum fjölgaði, jókst dreifing banana. 500 fyrir Krist hafði þekking á ræktun banana breiðst út á meginland Suðaustur-Asíu. Það leið ekki á löngu þar til bananar náðu ströndum Madagaskar. Arabískir kaupmenn tóku eftir notagildi ávaxtarins sem var orkuríkur fæðugjafi og auðveldur í flutningi. Þeir tóku banana með sér frá ströndum Afríku og til Mið-Austurlanda. Á fyrstu öldum eftir Krist höfðu bananar náð fótfestu allan hinn íslamska heim og varð hluti af grunnmataræði. Ferðalag ávaxtarins stöðvaðist þó ekki þar. Hinir stöðugu vindar verslunar blésu banananum lengra og miðaldir náði hann ströndum Evrópu. Þó var það ekki fyrr en seint á 15. öld að bananar náðu ströndum Ameríku, þökk sé portúgölskum sjómönnum sem komu með þá frá Vestur-Afríku til Karíbahafsins. Hlýtt loftslag Mið- og Suður-Ameríku reyndist fullkomið fyrir bananaræktun, sem leiddi til sprengingar í framleiðslu og gerði banana að einum af vinsælustu ávöxtum heims. Iðnbyltingin kom með nýjungar í flutningum og varðveislutækni, sem ýtti undir ótrúlegar vinsældir banana. Kæld skip, þekktir sem bananabátar, hófu flutninga á bönunum frá Rómönsku Ameríku til annarra heimshluta, sem tryggði að þeir komu ferskir og girnilegir á áfangastað.
Í dag eru bananar ræktaðir í meira en 135 löndum allan heim og eru alþjóðleg fæða þvert á menningu og landamæri. Þeir þjóna ekki aðeins sem mikilvæg uppspretta góðrar næringar, heldur leika einnig stórt hlutverk í efnahagslífi margra hitabeltislanda og skapa milljónir starfa. Ef við tökum þetta saman, frá upphafinu til forna í Suðaustur-Asíu til þess að verða vinsæll ávöxtur á borðum allan heim, hafa bananar farið í gegnum merkilegt ferðalag. Þeir hafa aðlagast, lifað af og dafnað, rétt eins og þeir menningarheimar sem hafa nýtt sér þá sem fæðu. Hvort sem í nestisboxi eða ávaxtaskál, halda bananar áfram að bera vitni samofna sögu náttúru, verslunar og fólksflutninga. Þetta allt og sumt í bili. Ég vona að þú hafir öðlast dýrmæta innsýn í dag og komir með í næsta hluta ferðalagsins.